Komið þið sæl og verðið velkomin í Kaffikrókinn, hlaðvarpsþátt félags atvinnurekenda. Hér hjá mér þriðji oddviti framboðs fyrir borgarstjórnarkosningarnar sem fara fram í næsta mánuði, Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknarflokksins. Hann ætlar að spjalla við mig þeirra stefnu í málum fyrirtækja og atvinnulífs í Reykjavík. Vertu velkomin. Takk fyrir. Þú varst borgarstjóri í Reykjavík í rúmlega ára á þessu kjörtímabili sem að klárast. Hvað gerðir þú á þeim tíma til að koma til móts við atvinnulífið og bæta rekstrarskilyrði fyrirtækja? Við viljum fá að vita hvort þú framkvæmir það sem þú lofar. Já, sko, það er náttúrulega margt gerst á þessu kjörtímabili. Ég held að það sem hafi kannski skipt mestu máli er svona að breyta viðhorfinu gagnvart atvinnulífinu. Borgin alla jafna frekar góð með svona skilgreinda ferla það hvernig hún tala við íbúa. Þegar kemur að til dæmis breytingum á götum og gatnamótum og einhverjum framkvæmdum í nærumhverfinu. En ég fann það sérstaklega í einu máli sem að snerti þarna Kleppsmýrarveg og Sæbraut að það hefði bara enginn talað við fyrirtækjaeigendur á þessu svæði og það var svona dálítið vaðið áfram án þess að ræða við hagaðila. Það var rætt við íbúa, það var ekki rætt við fyrirtækin og þetta er bara risastórt atvinnusvæði þarna. Þannig að ég náttúrulega átti í miklum samtölum við þessi fulltrúa þessara fyrirtækja og við fórum í þá vinnu að skilgreina betur með formlegum hætti atvinnurekendur sem hagaðila. En það var bara ekki þannig áður. Og það vantar nú að þú dálítið duglega upp á það, sko? Já, ég meina alveg klárlega og ég held að það sé ákveðin kerfisbundin vandi og viðhorfsvandi hjá Reykjavíkurborg að horfa á atvinnulífið sem svona grundvallar þátt í því að við getum átt öflugt og farsælt samfélag. Þannig að og flokkar hafa mismunandi sterkar áherslur í þessu. Framsókn hefur nú alltaf verið svona flokkur atvinnulífsins og vaxtar og leggur áherslu á það að hafa öflug skilyrði til vaxtar og starfsemi fyrir þessi fyrirtæki og þannig að þetta er svona eitt. Síðan höfum við ég kom því ekki gegnum síðasta meirihluta að lækka fasteignagjöld á fyrirtæki en hef þó lagt fram tillögur það eftir við fórum úr þessum meirihluta. Það var í samstarfssáttmálanum sem við gerðum eftir síðustu kosningar að lækka fasteignagjöld á fyrirtæki undir lok kjörtímabilsins. En við náðum ekki alla leið. Svo bara gerðist ekki neitt. Já, ég meina það við tók meirihluti sem að lækkar ekki skatta. Í síðustu fjárhagsáætlun, það má ekki gleyma því, þegar við byrjum þetta kjörtímabil þá þurfum við að takast á við 16,3 milljarða í hallarekstur. Ég þurfti að eyða gríðarlegu púðri í það að ná því niður og það tókst. Þegar ég skilaði af mér mínu ári sem borgarstjóri þá var 5 milljarðar í afgang. Ákvarðanir okkar á þessu kjörtímabili ég held ég verið að halda þetta til haga, þær lítast dálítið af því að við vorum í miklum aðgerðum til þess að ná niður þessum halla. Við sáum það að lánakjör borgarinnar höfðu versnað bara strax þegar þessar tölur komu. Vaxtastigið var hátt og þetta var bara frekar þungt. Að þurfa að þrífa upp skulda stabban eftir meirihlutan á kjörtímabilinu áður. Og núna er verið að birta ársreikning fyrir þetta ár sem að nýr vinstri meirihluti skilar af sér og það er komið aftur 5,3 milljarða halli. Það er eins og að sé bara engin áhuga á því að reka borgina réttum yfir núllið og skilningur á því að til þess að geta bætt þjónustuna, ráðist í fjárfestingar og farið í reikið þetta svona eins og fólk og þá þurfum við að vera með borð fyrir báru. Það er bara ekki hugsunin. En þið ætlið samt að lækka fasteignaskattana á atvinnuhúsnæði eða hvað? Já, ég meina við lögðum það fram í síðustu fjárhagsáætlun af því að þá var útkomuspáin upp á hagnað, marga milljarða sem síðan stóðst ekki. Þá lögðum við fram tillögu það að lækka fasteignaskatta á fyrirtæki úr 1,6 í 1,5 3 minni mig sem að hefði skilað atvinnulífinu
milljarði í skattalækkun og íbúum, heimilónum, öðru eins og það bara munar þetta og ég meina núna erum við í þessu sko viðvarandi verðbólgu og háu vaxtastigi og þegar fyrirtækin og heimilin að herða sultarólina þá á borgin ekki að losa beltið. Það hún að gera. Þú segir sko, já, 1,53 Kópavogur og Hafnarfjörður eru komin sko niður fyrir 1,4% af fasteignamati. Þetta nóg? Ekki ákveðin hætta því að borgin verði bara undir í samkeppni fyrirtæki og hvar þau vilja staðsetja sig? Jú, við þurfum náttúrulega að vera samkeppnishæf, sannarlega. Þetta var til að sem að mér fannst skynsamleg við síðustu fjárhagsáætlun. Það má ekki gleyma því að vegna þessarar vondu fjárhagsstöðu borgarinnar þar sem við vorum sko í miklum barningi við það að vernda grunnþjónustuna en samt að skera niður alls staðar annar staðar það þurfti útsjónarsemi til að gera það þá var ekki mikið svigrúm til þess að lækka skatta. Ég skal bara vera hreinskilinn með það. Við vorum að vernda grunnþjónustuna, grunnskólana, félagsþjónustuna og fleira sem að kemur á undan og þannig að það þarf bara að mynda meirihluta utan aðrar áherslur. Ég bara hreinskilinn með það. Það þarf að gefa Samfylkingunni frí eins ágætt og margir eru þar í þeim flokki. En hún orðin ákveðið vandamál, hún hluti af kerfinu, voru ekki að breyta kerfinu sem hún bjóð til. Þannig að og svo eru náttúrulega mjög vinstri sinnaði flokkar þarna sem að hún dregur með sér sósíalista sem að aldrei munur lækka skatta. Það vitum við bara. Sko, tölum við borgarkerfið. Þú kemur að inn sem nýr borgarstjóri með fullt af hugmyndum. Fannst þér auðvelt að koma hlutum í gegnum embættismannakerfið? Sko, nógu mikið hefur fjölgað í það ofsamikið af nýjum millistjórnendum sem ábyggilega að gera fullt. Veistu, já. Ég upplifi bara, ég var með mitt stjórnendateymi, yfirstjórnarteymi sem eru bara mjög hæft fólk og ég skynjaði alveg að þau voru tilbúin í breytingar. Það var bara ekki pólitíkin sem var til í það. Okay. Og ég fór í mikla vinnu með utanákomandi ráðgjöfum og það var nú reyndar ekki sjálfgefið að fá að hefja þá vinnu af því að samstarfsflokkarnir voru ekki til í það að fara í svona deep dive inn í reksturinn sko. En þegar svo skýrsla leit dagsins ljós frá Haraldi Líndal og hans fólki HLH ráðgjöf fórum bara alveg niður á gólf. Hvað starfsmaðurinn að gera meðan skjólstæðingurinn fer í virkni úrræði eða bara við vorum bara að telja klukkutíma og skoða mönnunarplön og fórum alveg djúpt ofan í þetta. Birtist fín skýrsla sem með miklum tillögum og sem hefðu skilað okkur mun betri rekstri. En samstarfsflokkar okkar vildi ekki fara í þessar breytingar, vildi ekki breyta kerfinu og þannig að ég hef séð inn í pilsugerðina, ég nota það orðalag. Ég veit hvað hægt að gera og það eru ótrúlega mikil tækifæri til að nýta krónurnar betur en leið verja þeim í þjónustu. Bætta þjónustu. Þannig að við erum ólm að komast aftur í meirihluta og trúum því að ef að fólk hefur áhuga á rekstri og áhuga á þjónustu að þá hægt að ná miklum árangri með Reykjavíkurborg mjög hratt. Sko, eitt af stóru umkvörtunarefnum okkar félagsmanna hvað stjórnkerfið flókið. Leyfisveitingar taka óratíma. Hvernig hægt að breyta þessu? Sko, við höfum náð ákveðnum árangri í stafrænu vegferðinni að gera suma ferla rafræna, þannig að það strax mjög til bóta, en mér finnst borgin oft svona stjórnast af vantrausti í garð fyrirtækja, frekar en trausti, svona hið almenna reglugerðar umhverfi flókið og margt af því og flest af því kemur frá ríkinu. En mér hefur fundist Jóhann Páll ráðherra sem svona afreglumála ráðherra mér hefur fundist hann tala skynsamlega og ég veit að maður á ekki að vera endilega hrósa pólitískum andstæðingum en mér hefur bara fundist hann vera dálítið frakkur í því að verða við þessu ákalli
að einfalda reglugerðir og stytta umsagnatíma og reyna svona aðeins að gera þetta einfaldara. Síðan það þannig að borgin hefur sitt verklag, en við heyrum líka alveg sögur af verklagi í nágrannasveitarfélögunum það sem bara túlkunin öðruvísi. Já. Af hverju þarf snyrtistofan í Kópavogi, af hverju getur hún byrjað fyrr að fá til sín kúnna en snyrtistofan í Reykjavík. Þetta eru bara þetta eru jafnvel vikur og mánuðir í tekjutapi og þetta skiptir bara gríðarlegu máli, þannig að annar pólitískur aðstæðingur atvinnuvegaráðherra með frumvarpum að samræma heilbrigðiseftirlit í öllum umdæmum. Já, það mjög mikilvægt að samræma vinnubröðin og verklagið. Ég ekkit endilega vissum að ríkið sé betri þjónustuveitandi þegar kemur að þessu sem í grunninn nærþjónusta. Hún bara nærþjónusta við fyrirtæki. Það oft staðbundin þekking og tengsl og svona vilji til verka víða sem að kannski fljótara viðbragð heldur en að þurfa að senda póst til Reykjavíkur og að tala fyrirtæki út á landi, þannig að ég svona smá ágjör það ekki bara að setja einhverja verklagsreglur til dæmis bara viðbragðstíma fyrirtæki senda fyrirspurnir og erindi inn í borgarkerfið og það bara fer inn í eitthvað svarthol og kemur aldrei út aftur. Ég held að leiðbeiningar skyldan það má kannski líka bæta það hvernig borgin svarar bara einföldum spurningum. Við erum þjónustustofnun fyrst og fremst, fyrir utan við höfum náttúrulega leiðbeiningarskyldu samkvæmt stjórnsýslulögum og allt það, en í grunninn það bara þetta viðhorf að vera þjónustustofnun. Ég hélt einu sinni ávarp á stjórnendadegi Reykjavíkurborgar í Hörpu og þarna sitja 600 stjórnendur. Ég ætla að fara að spyrja hvort Harpa hefði dugað fyrir myndistjórnendur. Hún dugði, þetta voru stjórnendur og ég fekk að velja þemað fyrir þennan stjórnendadag og ég valdi þjónustu. Bara þjónustu borgin og hélt þarna innblásið ávarp og svo stóð ég þarna og spurði, mér langar að kanna hvernig viðhorfið hjá ykkur í salnum, hversu margir af ykkur sem eru stjórnendur hjá borginni líti svo á að þið hafið þjónustu hlutverk að gegna. Og ég rétti upp hönd og helmingurinn af salnum rétti upp hönd. Okay. En hinn helmingurinn ekki. Og ég náttúrulega bentaði á það að hinn helmingurinn sem ekki rétti upp hönd hefði rangt fyrir sér. Vegna þess að við erum öll með þjónustu hlutverk á okkar herðum sem vinnum hjá borginni af því að við erum þjónustustofnun. Og þetta svona, þó að stefnan sé góð, þjónustu stefna sem með fögrum fyrirheitum, ef að menningin ekki rétt, þá þarf að ráðast í það verkefni að breyta henni. Það tekur langan tíma, stofnana menning eitthvað sem tekur tíma að laga og breyta, en þetta verður við að setja algjörlega á oddinn og það gerði ég. Já. Tölum að þessum mál sem eru nú mikið í umræðan þessa dagana sem eru umferðarmálin. Það eitt af hagsmunamálum atvinnulífsins að umferðin sé greið, bara út frá hagsmunum, vörudreifingar, aðgengið að fyrirtækjunum sé gott, starfsfólk komist í og úr vinnu á einhverjum skikkanlegum tíma. Og nú held ég að flestir atvinnurekendur skrifa upp á það að þurfa að efla almenningssamgöngur, hvort þú kallar það borgarlínu eða eitthvað annað. En það eru margir mjög efins útfærsluna á borgarlínunni til dæmis svona, sem að hefur komið fram til dæmis í þessu nýja deiliskipulagi fyrir Suðurlandsbraut. Þarna er hverfi á bakvið, það er Suðurlandsbrautin og Múla hverfið, við erum með mjög marga félagsmenn hérna, með 5.000 starfsmenn, fleiri 100 milljarðar króna í veltu. Það var bara að tala við þá sem reka fyrirtæki við Suðurlandsbrautina, ekki upp í Múla hverfi, og síðan var ekkert hlustað á það sem að þeir sem var okkur fyrirtæki við Suðurlandsbrautina sögðu. Þannig að og þessi fyrirtæki, bara gagnrýna áformin, hafa áhyggjur af sínum hagsmunum, bæði þetta fækkun bílastæða og þrengingu á götunni, en upplifa það sé ekki verið að hlusta á þau. Muntu beita þær fyrir breytingum á Suðurlandsbrautarskipulaginu til dæmis, eða þú verður í aðstöðu til þess? Ég hef lagt það til nú þegar. Það sem að gerast í pólitíkinni, þetta rétt sem hún segir,
það hafa flestir áhuga á því að bæta almenningssamgöngur því að það hafa allir hag af því. Það leið til þess að draga úr umferðarflækjum og í grunninn það bara aukin þjónusta við borgarbúa að hafa góðar almenningssamgöngur. Það sem að gerist í pólitíkinni núna það að annars vegar það sjálfstæðisflokkur og miðflokkur og einhverjir aðrir flokkar svona sem að segja, heyrðu við ætlum bara að hætta við borgarlínu og hætta við allt og setja allt á byrjunarreit sem náttúrulega bara einhvers konar frasapólitík sem að hefur enga þýðingu því þetta stórt verkefni, samvinnuverkefni allra sveitarfélagana hérna á höfuðborgarsvæðinu og ekki snúið niður eða hætt við það svo auðveldlega, nema það hafi bara mjög alvarlegar afleiðingar. Síðan eru það hinir, Samfylkingin og Viðreisn og flokkarnir á vinstrivagnum sem segja, nei þetta planið og við ætlum ekki að hlusta á neina gagnrýni eins og raunin með Suðurlandsbrautina. Ég mætti á fund hjá borgarskipulaginu og það var sagt því með endilega komið tillögur að breytingum Já. En það með ekki fela í sér þetta og þetta og þetta og þetta af því að það ramminn sem búið að ákveða. Já, ég veit að það þetta gullinsnið sem að þau bara veði á það að það hefði verið tveir tvöfaldir hjólastígar beggja vegna við þótt að sé tvöfaldur hjólastígur rétt hjá og að það séu grasbalar á milli göngustígarna og hjólastígarna held í 8 metrar í heildinni inn í þessu gullinsniði og það hlustar bara enginn á gagnrýnina. Auðvitað sjáum við það að það þarf að sníða af þessu vankantana. Það alveg hægt að vera með einn hjólastíg öðru hvoru megin og leyfa þá bílastæðanum að lifa allavega eitthvað lengur. Meðan við kannski göngum til samninga við fyrirtækjaeigendur þarna það að þeir geti fengið bara felld niður gatnagerðargjöldin eða 90% afslátt á þeim til þess að byggja hérna kannski bílastæðuhús á bakvið húsin sín eða mæta þeim einhvern veginn, búa til samtalið, finna einhverjar lausnir á þessu. Við í Framsókn erum hérna á miðunni á meðan hægri flokkarnir fara til hægri og vinstri flokkarnir fara til vinstri og hlusta ekki á gagnrýni og hinn alltaf að hætta við allt, þá erum við hérna og erum tilbúin til þess að sníða af þessu vankantana, trúum því að við verðum að hafa strætó á forgangsakreinum og viljum bara hafa skynsemina leiðarljósi hérna. Auðvitað, það sjá það allir að ef að á að loka Suðurlandsbrautinni í mörg ár þá fara þessi fyrirtæki bara á hausinn eða fara eitthvað annað. Ég hef talað við fyrirtækja eigendur á Hverfisgötunni sem þurft að þola það að Hverfiskatan var ristu upp í 3-4 ár. Þetta olli þeim 20 milljóna tapi og bara ekkert grín. Það ekki hægt að þrátt fyrir að fólk hérna aðalega á vinstri vægnum hafi þá hugsjón að ná niður kolefnis losun í borginni og eitthvað svona við eigum að mæta þörfum fólks en ekki að reyna að breyta þeim stanslaust. Þetta bara svona viðhorf til að borgarinnar sem ég tengi ekkert við. Ég tengi ekkert við það að hlusta ekki á gagnrýnina. Við verðum að taka mið af því og við munum breyta þessu skipulagi, það alveg klárt. Það ágætt að heyra það. Ég hefði reyndar munurinn á Hverfisgötunni og Suðurlandsbrautinni. Ég var nú að ræða þetta með Pétur Marteinsson sem átti fyrirtæki Hverfisgötu þegar atvinnurekendur þar gengu í gegnum þessar hörmungar. Bara þar trúðum en því að nýja Hverfisgatan yrði betri en gamla. Á Suðurlandsbrautinni trúir engin atvinnurekendur sem ég hef talað við því að nýja lausnin verði betri en svo gamla. Og svo náttúrulega verið að leggja til að það verði farið í þetta á sama tíma og að byggja þjóðarhöll neðan við göttuna með tilhörandi raski og efnisflutningum og því öllu saman þannig að ég sé ekki hvernig þetta á að ganga upp. Nei, þetta náttúrulega snúið en það má ekki gleyma því að borgarlínan á eftir að koma þarna eftir Hverfisgötunni þá eftir að rista hann aftur upp Ég meina, þú veist, þetta verður helviti fyrir ekki orðbræði snúið, og þannig að, en borg eins og Reykjavík, hún svona dálítið eins og hákarl. Ef hún hættir að synda, þá deyr hún. Ef hún hættir að fjárfesta í innviðum, þá sekkur hún. Og við verðum að ráðast í það að bæta hérna úr umferðartöfum og fjárfesta í almenningssamgöngum, það algjört lykilatriði. Okkur að fjölga á höfuðborgarsvæðinu og við megum ekki vera lítil í okkur þó við séum að bjóða okkur fram í Reykjavík. Þetta höfuðborgarsvæðið, allt saman. Þetta eitt samgöngukerfi, þetta eitt þjónustusvæði
og fólk flæðir hérna allt og það að einn bæjarstjóri sé að hita sundlaugina og hinn bæjarstjórin eða borgarstjóri í hinnu horninu að kæla hana, það virkar ekki. Við þurfum að vera með sameiginlega sýn það hvernig við ætlum að leysa úr umferðartöfum og bæta þjónustu. Og það samgöngusáttmálinn og ég veit að öll þessi hugtök hafa enga þýðingu fyrir almenningi en bottom line þetta, ef við ætlum að fjárfesta í innviðum á höfuðborgarsvæðinu þá verðum við að hafa sýn það að fjárfesta í göngum, mislægum gatnamótum, hjólastígum, ljósastýringu og almenningssamgöngum. Og þetta bara planið. Samgöngusáttmálinn er náttúrulega orðinn blótsyrði hjá sumum en hann innifelur líka allt þetta sem þú varst að nefna. Já, og það eigum við framsóknarmenn alveg skuldlaust að Sigurður Ingi hafði mikla pólitíska forystu í því að segja fyrirgefiði sveitarfélög hætti þau nú hvert í sínu lagi að bíða á biðstofunni hjá vegamálastjóra eða ráðherra og biðja ein gatnamót meðan og slástum peningana, gerum þetta saman, ríkið kemur inn með mikla fjármuni, sveitarfélögin með það sem þau geta og svo reikum við almenningssamgönguna saman og þetta var bara mjög metnaðarfullt og öflugt plan og við í Framsókn erum stolt af því en það verður að sníða því agnúana þegar kemur að borgarlínunni 70% borgarlínu leggjana eru þannig að það þarf ekki að þrengja umferð bíla en þriðjungur 30% þar verður þrengt að og þar þarf að vanda sig og ég hef bara áhyggjur af því að ef að þeir flokkar sem hafa haldið þessi spil í Reykjavík fá að gera það áfram þá rennur þetta bara út í sandinn vegna þess að andstaðan verður svo mikil það þarf fólk með skynsemina miðjuna, lausnirnar og tilbúin að hlusta til þess að leiða þessi verkefni áfram. Þú lítil barn, þú varst að lýsa því fyrir mér áður við kveiktum á græjunni hversu snemma það þau vaknaði í morgun. Þú skilur nú orðlega vel þörfina fyrir skilvirka leikskólaþjónustu sem er nú sameiginlegt hagsmunamál atvinnurekenda og foreldra. Atvinnurekendur hafa bara alls ekki verið sælir með Reykjavíkurleiðina í leikskólamálum með þessari styttingu vistunartíma sem að hún á að ýta undir. Af því að þetta bara setur pressu á starfsfólk með ungbörn, bæði í byrjun og lok vinnudags, umferðartafirnar hjálpa ekki til og hvað viljið þið Framsóknarmenn gera í þessum leikskólamálum? Ég meina þarf ekki bara kerfi sem að tryggir vistunartíma sem að gera fólki kleift að vinna fullan vinnudag? Jú, ég meina núna allir að tala vinnustaðarleikskóla, en hvaðan kemur svo hugmynd? Hún kemur frá mér. Ég heyrði akkurat þetta frá atvinnulífinu. Ég fór á fund viðskiptaráðs 2024 og þar var verið að tala það að hið opinbera er alltaf umsvifamikið í íslensku samfélagi. Og ég segi ok, við getum alveg haft skoðanir á ýmsum þáttum hins opinbera en þið viljið fá starfsfólkið ykkur aftur til vinnu fyrr og eru það gagnrýna borgina fyrir að tryggja ekki leikskólaplássin. Ég bauð þeim upp í dans, sagði leggjum nú saman kraft okkar, þið eigi bæði húsnæði og fjármuni og hafið hagsmuni á því að foreldrarnir komist fyrr tilbaka til vinnu. Stofnum nýtt fyrirkomulag á leikskólaþjónustu, vinnustaðarleikskóla, þar sem að helmingur barnanna kannski verður úr vinnustaðnum, helmingurinn úr hverfinu og þetta verður svona bara dýnamist og fallegt leikskólaumhverfi og allir vinna, allir græða á þessu og það var bara vel tekið í þetta. Alvotech kom inn, ég talaði við Landspítalann, ég talaði við fleiri fyrirtæki og margir áhugasamir. Lengst fór það með Alvotech sem var bara ætlaði að stofna 300 barna leikskóla og svo kom Arion banki inn og valdi að fara í daggæsluúrræði sem ég hef heimsótt og bara dásamlegt. Ég veit að það er mikill áhugi hjá atvinnulífinu að koma inn í þetta því að síðan borgar borgin bara með barni, rekstrarframlag og en fyrirtækin leggja hins vegar til líka og þannig er þetta svona samvinnuleið. Ég meina þessu var síðan bara öllu slátrað og samstarfsflokkar okkar voru ekki áhugasamir þetta og við heyrum það í kosningabaráttunni núna að þau eru farin að tala að það megi ekki vera tvöfalt kerfi. Þetta er ekki tvöfalt kerfi, þetta er einmitt
blandað borgarbörn og börn starfsmanna, þannig að ef einhver missi vinnuna þá bara færist það yfir í bókhaldinu og barnið heldur áfram órofinu skólagöngu. Þannig að svona mild útgáfa af þessu. Ég held bara að við getum unnið þessi mál miklu betur saman. Við sjáum það að plön samfylkingarinnar í gegnum tíðina hafa aldrei staðist og það er verið að skapa mjög miklar og óraunhæfar væntingar þjónustu sem að síðan efnist ekki og þess vegna þessi mikla reiði. Og þegar við byggðum okkur síðast fram þá þorðum við ekki að lofa 12 mánaða börnum inn í leikskólana vegna þess að við sáum ekki í tölunum að það geti staðist. Við töluðum 18 mánaða. En auðvitað getum við náð þessu markmiði að tryggja öllum 12 mánaða börnum annarkvort daggæslu, úrræði eða leikskólavist ef við leggjum saman kraftana. Og þar er bara tilboð mitt til atvinnurekenda ennþá opið inn á næsta kjörtímabili. Við vinnum þessi mál saman. Ég held að sé dauðafæri til þess að sækja leikskólakennara eða fólk með svipaða allavega reynslu að því að vinna á leikskóla sem er út í samfélaginu að vinna við eitthvað allt annað í dag aftur inn í leikskólana af því að þetta er frábært starf og þetta er bara góður vinnutími að mörgu liti og þannig að þetta er markmiðið, fjölbreyttarleiðir og stjórnmál snúast hugmyndir, setja þær á dagskrá. Það gerðum við í Framsókn á þessu kjörtímabili og nú eru allir elda þessu umræðu og það er bara frábært. Sko, ég myndi ekki hafa áhyggjur af vistunatíma á einmitt svona vinnustæðarleikskólum. Ég vissum að þeir myndu taka mið af raunveruleika foreldra, fullvinnandi foreldra. Já. En það er þetta með sko vinnuvikan hjá starfsmönnum ríkis og sveitarfélaga. Hefur náttúrulega verið stytt miklu meira heldur en vinnuvikan á almennum markaði. Já. Og þegar sveitarfélagi rekur leikskólana þá er það bara orðin til einhvers konar ómöguleiki. Nei, ég meina, hvernig leysum við úr því? Já, ég er bara verulegar áhyggjur af því að eiginlega eina gerjunin í umræðinu skipulagi leikskólana í öllum sveitafélögum hérna í landinu snýst það hvernig skerðum við þjónustu við foreldra á sem þægilegastan hátt fyrir alla. Ég meina það er ótrúlegt að við séum á þessum stað en við erum náttúrulega í vandræði með mönnun og við heyrum það að leikskólakennara það er mjög skýrt ákall frá þeim bættari starfsaðstæður en hér í Reykjavík hefur börnum verið fækkað á kennara launin hafa í sjálfu sér hækkað þótt að þau geti verið hærri og það er svona verið að reyna að jafna kjörin milli grunnskólans og leikskólans sem við höfum séð að kennararnir hafa í meiri mæli farið yfir í grunnskólana því að það er hagstæðara fyrir það að vera þar. Þannig að þetta er dálítið snúið. Annars vegar eru það væntingar fjölskyldna og atvinnulífs og hins vegar starfsstéttin sem að við reiðum okkur svo óskaplega mikið á og getum ekki verið án og við þurfum að fjölga í henni. Þannig að en ég er bara mjög hugsi yfir því að Kópavogur stæri sig og það eru nú framsóknarmenn við völd með sjálfstæðismönnum af Kópavogsleiðinni og við erum hérna í meirihluta út allt og öll sveitafélög eru að skerða þjónustu við foreldra, hækka klukkustundinnar síðustu og en allt gengur út á það að fólk fari fyrir heim og vinnunni og ég held að fólk þarna úti sem að kjósa vilji bara fá einmitt valmöguleikunum að fá heilsdags leikskólaþjónustu. Og síðan er það fræðasamfélagið sem segir að börn ekki vera svona lengi á leikskóla, það er ekki gott fyrir þeirra þroska og eflaust eru mikið til í þessu öllu saman. En okkar leið er eða okkar hlutverk er að mæta þessum væntingum en búa til fjölbreyttu lausnirnar og það er verkefni næsta kjörtímabils og við höfum lagt okkar hugmyndir á borðið þar og þar getur verið mismunandi opnunartími. Myndi ég halda að það væri bara ákjósanlegt að geta fært til kannski vinnudaginn hjá þessum börnum eða dvalartíman ef það er vaktavinna, segjum bara að það eru verslanir opnar klukkan 10 að fara með barni á leikskólan klukkan 10 og það sé faglegt starf frá 10 til 2, 4 tímar á dag, þetta er aldrei barnsins en að það sé þá hægt að sækja kannski klukkan 6 þegar vinnudeginum líkur meiri sveigjanleika án þess að það gangi á hagsmuni barnsins af því að þetta er skólastig og þarf að vera faglegt starf en það þarf ekki að vera í alla
8 tímana því við vitum að það náttúrulega mikið, það hvíld og það matur og það leikur og útiveru og alls konar en áherslan á faglega starfi getur verið á tilteknum tíma og krafan sé að börnin séu þá en síðan sé hægt að hafa sveigjanlegri opnunartíma og ég held að mörg fyrirtæki myndu taka þessu fagnandi. Og nú náttúrulega tíminn ára búinn, þannig að það var bara loka spurning. Af hverju ætti fólk sem er að reka fyrirtæki eða langar til að stofna fyrirtæki í Reykjavík að kjósa Framsóknarflokkinn? Að því við erum flokkur atvinnulífsins. Við höfum verið það alla tíð, stöndum með litlum og meðalstórum fyrirtækjum að því það er 90% af öllum fyrirtækjum eða meira. Þetta eru störfin sem að íbúar reiða sig á og við leggjum okkur fram það að hlusta og skilja þarfir atvinnulífsins og erum tilbúin að bregðast við. Ég meina við lögðum okkur fram þegar þurfti að ná hérna samkomulagi hóflega kjarasamninga á almennamarkaðnum á kjörtímabilinu. Þá steig ég fyrstur fram allra sveitarstjórnarmanna og sagði, heyrðu, borgin ætlar ekki að hækka gjöld á börn og barnafjölskyldur umfram verðbólgumarkmið 2,5%. Aðrir fylgdu í kjölfarið og það náðust þokkalegi samningar á almennum vinnumarkaði. Við leggjum fram tillögur að lækka fasteignagjöld og létta byrðar af fyrirtækjum þegar sverfir að og höfum þannig sýnt að bæði með aðgerðum og tillögugerð að við stöndum með fyrirtækjunum. Þau eru bakbeinið í borginni og hérna á Reykjavík bara höfuðborg atvinnulífsins og við eigum að vera sterk. Við eigum að laða til okkar fyrirtæki en ekki að horfa á eftir þeim í öðrum sveitarfélögum eins og því miður að gerast. Þannig að já, þetta er svona sýnin. Takk kærlega fyrir komuna í Kaffikrókinn, Einar. Takk.